Jæja, halló. Ágætu fundarmenn, nú skulum við fara að gera okkur klár í fundinn og ég vil byrja á því fyrir hönd fundarboðenda að bjóða okkur hjartalega velkomin til fundarins. Hér gaman að sjá hvað eru margir mætt á þennan fund, plús það að streymi í gangi hér á vinstri hönd, þannig að menn eru búin að melda sig inn á fundin bæði annars staðar frá öðrum landsfjórðungum og einnig frá öðrum heimshlutum. Ég rekna nú samt ekki með því að Trump sé meðal þeirra, enda hefur hann öðrum hnöppum að hneppa. Það Carbfix sem stendur að þessu fundi í samstarfi við Norðurþing, en markmiðið fundarins að kynna áform uppbyggingu og rekstur athafnasvæðis til móttöku, niðurdælingar og bindingar á CO2 á Húsavík. Það að hefja samtal við íbúa og svæðinu verkferlið. Fyrir liggur viljayfirlýsing sem milli Norðurþings og Carbfix að skoða kosti þess og galla að fyrirtæki komi sér upp starfsstöð hér á Húsavík. Það væntanlega á iðnaðarsvæðinu á Bakka. Það sem ég hef verið beðinn að stýra þessu fundi, þá rétt að hafa það líka í huga að hér á eftir þá verða 3 frumalendur. Það fyrsta lagi okkar ágæti sveitarstjóri Katrín Sigurjónsdóttir sem kemur hér og við gefum henni 10 mínútur. Síðan kemur Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Orkuveitunnar og við náttúrulega gefum honum ekki neina 10 mínútur, hann fær bara 5 mínútur. En sú sem verður hér í aðalhlutverki og Edda Sif Pind Aradóttir sem framkvæmdastýra Carbfix, en hún fær í kringum 40 mínútur til þess að segja frá verkefninu og eins og Carbfix hefur lagt upp úr og Norðurþing líka, það að kynna verkefnið mjög vel fyrir bæjarbúum og það tilgangur þessa fundar. Þegar að þessum hluta fundarins lokið, þá opnað fyrir mælendaskrá og það sem eina sem því að við erum upp til hópa skemmtilegasta fólk á Íslandi, þingeyingar, við skulum ekki vera með einhverja langar og leiðilega ræður, heldur stuttar og hnitmiðaðar spurningar, því við höfum einhvern klukkutíma til þess að varpa fram spurningum og þá best að við séum öll í aðalhlutverki en ekki einhver einn. Þannig að við skulum vanda okkur og vera með tilbúið með hnitmiðaðar spurningar til þess að fá sem mest út úr þessum fundi. Og ég bið að sjálfsögðu fundarmenn að virða þær reglur sem hafa verið settar og eru settar hér fram í upphafi. Ólafur Elínarsson verður mér innan handar því að eins og ég sagði ykkur þá fundinu streymt og menn sem eru ekki staddir hér geta lagt fram spurningar og það verða örugglega einhverjar spurningar sem koma víða að og þeim verður safnað saman og Ólafur ætlar að halda utan það og koma þeim þá til mín á eftir þegar það verður opnað fyrir mælendaskrá. Kaffi hérna á næsta bara við hliðina og svona kökur líka eitthvað. Þannig að ég bið ykkur bara það að nýta ykkur það að fá kaffi og við skulum ekkert hafa þetta offormlegt þannig að auðvitað standa menn bara upp að fá sér kaffi ef að menn vilja svo. Ég held að þetta sé svona það komi sem þarf kannski að nefna hér í upphafi og okkur ekki til setunar boðið því að Katrín farin að horfa á mig og vill fara að koma af stað með sína tölu. Gjörðu svo vel Katrín, við skulum klappa yfir Katrínu. Takk fyrir það, fundarstjóri og ágætu fundargestir. Ég ætla að byrja að lýsa ánægju minni með þessa afbragðsgóðu mætingu á þennan kynningafund. Ég vissi það að þið eruð duglega að mæta og ég stolt af því að sjá hversu mörg ykkar gáfuð ykkur tækifæri til að koma hingað í dag og ég vona svo sannarlega að þið geti fengið svör við ykkar spurningum og því sem ykkur liggur á hjarta varðandi þetta verkefni. Ég ætla að byrja að segja það því að Kútika með 10 mínútur, ég reikna alveg með að ég nýti mér framsal mínútuheimilda. Ég var ekkert með eitthvað 10 mínútna ræðu tilbúna. Ég ætlaði hins vegar að segja ykkur frá því hvernig þetta verkefni nálgaðist sveitarstjórn Norðurþings
og það var með þeim hætti að í desember þá kom þessi hugmynd upp að þeir kæmu hingað á fund, þau Carbfix fólk, og það var eftir samtal við PCC og milli PCC og Carbfix, þannig að þeir höfðu frumkvæðið að því að nálgast okkur. Við ákváðum strax að taka vel á móti þessu verkefni. Við erum búin að vera að móta grænan iðngarð hjá okkur núna í nokkur ár og við höfum lagt sérstaklega áherslu á það síðustu 2 árin með því að vera með verkefnisstjóra í starfi að svona ná almennlegri sýn utan garðinn og þá bara í rauninni þær auðlindar og það auðlindastrauma sem við höfum á Bakka og þá jafnframt hvernig verkefni við álítum að hendi inn á Bakka og þetta eitt af því sem að okkur finnst passa vel inn í myndina. En það var sem sagt síðan þau komu og kynntu verkefni fyrir hópi starfsfólks til þess að byrja með. Í framhald af því þá komu þau í bæði byggðaráð og skipulags- og framkvæmdaráð og að lokum þá lögðum við viljayfirlýsingu fyrir sveitarstjórn og það var seint í febrúar sem að það var samþykkt eftirfarandi viljayfirlýsing á milli Carbfix og Norðurþings. Aðilar lýsa yfir áhuga á að móttökustöð og verkefni Carbfix niðurdælingu og bindingu á CO2 verði byggt upp á Bakka við Húsavík. Verkefni fellur vel að nýrri umhverfis- og loftslagsstefnu sveitarfélagsins, hringrásarhagkerfinu og þeirri hugmyndafræði sem hefur verið mótuð af samfélaginu grænan iðngarð á Bakka. Sjálfbær nýting orku og annarra auðlinda verður leiðarljós í þróun og rekstri stöðvarinnar og verður leitað leiða til að hámarka samlegðaráhrif sem stuðla geta að bættri nýtingu ólíkra auðlindastrauma í anda hringrásarhugsunar. Og við undirritun viljayfirlýsingarinnar sem var þarna strax að loknum þessum fundi að þá fer í gang ferli til að klára yfirgripsmeiri og ítarlegri viljayfirlýsingu verkefni og framgang þess. Mér finnst persónlega við séum að hárréttum tíma núna með að boða til að íbúafundar þetta verkefni vegna þess að verkefnið ekki komið lengra heldur en þetta. Við viljum heyra hvað ykkur liggur á hjarta. Við viljum náttúrulega fyrst og fremst að þið fáið kynningu á verkefninu og vitið hvað það snýst. Getið síðan spurt spurninga og fengið svör við ykkar vangaveltum varðandi þetta verkefni. Þannig að ég bara mjög hamingjusöm með að þau séu komin hingað í dag til okkar og ég vænti þess að þið geti gengið út í dag með svör við þeim spurningum sem að þið komið með inn á fundin. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag, ég framsel einhverjar mínútur til næsta frumælanda. Takk fyrir mig. Að sjálfsögðu stóð Katrín við sitt og talaði í 10 mínútur. Það svona lauslega áætlað. Þá komið öðrum góðum gesti, eða gesti, við skulum segja að Katrín ekki gestur, hún heimamaður. En það komið hér ágætur gestur og góður gestur sem heitir Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Orkuveitunnar og ég býð hann hér velkominn í púltið. Gjörðu svo vel. Já, það ánægjulegt að sjá ykkur hér, góða kvöldið öll og virkilega ánægjulegt að sjá hversu mörg hafa gefið sér tíma til að koma. Það mjög verðmætt fyrir okkur að geta átt millilegalaust samtal við ykkur sem flest. Ég vil fara yfir hvernig Orkuveitan kemur að Carbfix og hvernig við sjáum þróunina á næstunni áður en að Edda fer yfir hvernig Carbfix getur haft áhrif, bæði jákvæð áhrif á loftslagið, góð áhrif á efnahagslífið og sömuleiðis stuðlað að góðri uppbyggingu hér í sveitarfélaginu. Heimurinn að breytast þessi misserinn, það aukin orkuþörf víða heim og á sama tíma vex hlutur endurnýjanlegra orkugjafa eins og sólar- og vindorku. Það þó enn losun sem hlýst af framleiðslu á hlutum sem við notum almennt alla daga, eins og á sementi, áli, kísil og fleiru,
sem að þarf að vinna með. Heimurinn að vinna að kolefnishlutleysi en á leiðinni verður áfram losun sem þarf að koma í veg fyrir að sleppi út í andrúmsloftið. En Orkuveitan hefur líka verið að breytast undanfarna áratugi og eins og þið þekkið mögulega þá Orkuveitan samsett þannig að við eigum nokkur fyrirtæki. Það veitur sem að sjá fráveituna og kalda vatnið og heita vatnið og sömuleiðis svona rafmagnsinnviðina á höfuðborgarsvæðinu og svo erum við með ljósleiðarann, svo erum við með Orku náttúrunnar og svo fjórða dótturfélag okkar Carbfix. Og já, við erum búin að vera að breytast úr því að vera einfalt veitufyrirtæki í að vera leiðandi í nýsköpun og þjónustu. Við okkar viðskiptavini og við þekkjum vel hvernig á að nýta auðlindir jarðarinnar, hvernig við sækjum hreint kalt vatn til neyslu og starfsemi fyrirtækja. Við þekkjum vel hvernig við nýtum jarðvarmann sem hefur skilað íslenskri þjóð hreinna lofti, grænni orku til húshitunar og sparað þjóðinni 3.500 milljarða króna frá stofnun lýðveldisins. Þetta þekkjum við vel og við tökum það hlutverk alvarlega að tryggja að þau lífsgæði sem við höfum haft verði skilað til framtíðar kynslóða. Við erum því ákafri nýsköpun að nýta enn betur þær auðlindir sem við erum þegar með í okkar umsjá og við erum einnig að kynna ýmiss konar nýjar hugmyndir, til dæmis vindorku í Ölfusi. En Orkuveitan ekki bara vatn og rafmagn og það sem ég nefndi áðan. Sá veruleiki varð fyrir 20 til 30 árum síðan og undanfarna síðustu 2 áratugi hefur fyrirtækið breyst til að fylgja eftir breyttum heimi. Þar eru til dæmis að myndast markaðir þar sem áður voru engir. Þetta á við í lausnum þegar kemur að kolefnishlutleysi. Orkuveitan fjárfesti í Carbfix fyrir tæplega 20 árum og á þeim tíma hefur Carbfix sparað Orkuveitunni milljarða. Og ásamt því að laða til sín nýja fjárfestingu líkt og svissneska fyrirtæki Climeworks sem hefur fjárfest í tæknibúnaði og keypt aðgang að auðlindum Orkuveitunar, svo hleypur á milljörðum fyrir okkur og gert viðskiptasamninga til lengri tíma sem að munu halda áfram að skila okkur ávinningi. Og þessi verkefni eru þegar farin að hafa veruleg áhrif í loftslagsmálum með því að byggja nýsköpun í geiranum, hafa jákvæða áhrif á andrúmsloftið, til dæmis með föngun á brennistein af okkar virkjunum og líka með föngun á koldíoxíði og niðurdælingu á þessu ofan í jörðina og það hefur við verið að gera í yfir áratug og skilað mikilli hagsbót bæði fyrir loftslagið, þá bara gæði loftslagsins og sömuleiðis til hagsbóta fjárhagslega fyrir Orkuveituna. Bæði fyrir fólk og afkomu. En Carbfix stendur núna á tímamótum þar sem við erum með leiðandi tækni á heimsvísu sem að stendur framar öðrum lausnum á sínu sviði og Edda ætlar að leggja sig fram við að setja þetta fram á vonandi þann hátt að þið náið utanum tæknina. Þetta einkaleyfa vörðtækni sem þróuð á Íslandi, íslenskt hugvit sem tryggir okkur hag af tækninni þegar kemur að umhverfis- og loftslagsmálum. Og þetta getur einnig falið í sér mikilvæga uppbyggingu á alveg glænýjum iðnaði á Íslandi og getur orðið alvöru stoð fyrir íslenskt samfélag. Við sjáum möguleika að hér geti risið fleiri verkefni en eitt á stærri skala en við höfum séð lengi og skila verulegum ávinningi ekki bara fyrir Ísland, heldur líka fyrir sveitarfélögin þar sem við störfum. Tæknin sem að Carbfix byggir á hefur verið sannreynd, eins og ég sagði, yfir áratug. Hún örugg, hún umhverfisvæn og getur fært íslenskri þjóð verulegan efnahagsbata og ef af verkefninu verður hér, þá getur það fært
sveitafélaginu Norðurþing verulegar tekjur. Einnig getur þetta fært ykkur hér í sveitafélaginu mörg störf, vel borgandi störf og vona ég að þessi fundur verði upphafið að samtali við íbúa Norðurþings og ég vona að við eigum ánægilegt kvöld saman þar sem við kynnumst hvað felst í starfseminni og möguleikum til samstarfs og við hlökkum til að geta átt millilegalegt samtal við ykkur. Það er í rauninni alltaf best, bara geta hitt fólk og tala við fólk í nánd og umræðu. Það skilar alltaf bestri niðurstöðu. Þannig að nú læti ég bara, ég held ég sé að ná 5 mínútunum, þannig að ég segi bara gjöru svo vel Edda. Það er smá gervigreind í gangi, ég ekki Edda, ég aðaltill fundarstjóri. En málið er það að það er rétt, Edda það er alveg að koma henni, en ég verða aðeins að grípa inn í vegna þess að ég veit 2 ábendingar bara, önnur er svo að þeir sem að séu aftast hafi ekki heyrt nú vel áðan, en ég verð að tryggja það með en heyri það sem fer fram núna, því ég held að skipti mestu máli hvað Edda segir að þrjumunum. En hvernig er þarna aftast? Heyrið þið bara ágætlega í okkur hér eða mér? Mætti heyrast betur, tækni fólk á barnum, sem að ég bið þau bara bið þau áfram því voru að laga þetta, en bið þau að gera það betur og jafnvel að þetta komi til með að tala þá bara beint í nær mikrofónunum, stundum er þetta að redda sig þannig. Önnur ábending var það að hvort þetta verður ekki forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur, en ef ég maður rétt, enda ágættur í sagnfræði, að nafninu var breytt úr Orkuveitu Reykjavíkur í Orkuveituna. Það er rétt og það er, þú nikkar þig, félagi, hárrétt, þannig að menn viti það bara, að nafninu var breytt fyrir nokkrum árum. En Edda, nú breyti ég mér, nei þú, verður eða ég þú, að gjörðu svo vel Edda og það er Edda Sif Pind Aradóttir framkvæmdastjóri í Carbfix sem mun fræða okkur starfsemina og fyrir framkvæmd bæ. Takk fyrir. Ég reyni að standa nálægt hljóðnemanum en ef að ég gleymi mér þá veifiði eða eitthvað svoleiðis og þá reyni ég að gera betur. En ég tek bara undir það sem að fleiri hafa sagt hér í pontunni, ótrúlega gaman að sjá hvað þið hafi mörg gefið ykkur tíma til þess að vera með okkur hérna í dag og kynnast okkar hugmyndum að hugsanlegu verkefni hér á svæðinu. Og ég er með nokkra glærir sem ég ætla að fara í gegnum sem að bæði útskýra akkur eru við yfir höfuð að þessu, í hverju felst tæknin. Ég mun fyrirfram reyna að svara algengustu spurningum en svo veit ég að það munu koma fleiri spurningar í kjölfarið en ég held að ég vindi mér bara beint í kynninguna. Ég byrja oft ansi vítt þegar ég er að kynna hvað Carbfix er og af hverju erum við yfir höfuð að byggja upp verkefni eins og þau sem við höfum byggt upp og starfrækt í mörg ár. Og ástæðan er svo að þegar að við fjöllum lesum loftslagsbreytingar, þá er eðlilega mikið talað koldíoxíð og þetta er alvarleg ógn, þannig að það er ekkert nema eðlilegt að fólk fari kannski að hugsa með sér, er þetta koldíoxíð ekki eitthvað mjög slæmt og hættulegt efni. En svo er alls ekki. Kolefni og koldíoxíð er uppbyggingarefni lífs á jörðinni. Við erum í snertingu við koldíoxíð allan daginn alltaf. Við öndum því frá okkur. Plöntur anda því að sér og losa frá sér súrefni. Koldíoxíð er notað í fjölda drykkja, meðal annars í sumum drykkjum sem ég sé á borðum hérna núna. Þannig að við neytum koldíoxíðs. Það er notað í allskyns uppblásanlegum tækjum, slökkvitækjum, björgunarvestum, björgunarbátum, í dekkjum, það er notað í skurðagerðum, alls konar húðmeðferðum, þannig að við erum í snertingu við þetta efni bara alltaf, en við erum ekkert mikið að hugsa það. Þannig að efnið eitt og sér, kolefni og koldíoxíð, er alls ekki hættulegt á neinn hátt. En hins vegar
hefur of mikil losun á efninu frá iðnaðarframleiðslu og athöfnum okkar mannanna frá upphafi innbyltingar orðið til þess að styrkur koldíoxíðs í andrúmslofti hefur aukist mjög mikið og þar veldur efnið gróðurhúsa áhrifum sem að valda loftslagsbreytingum og það eru loftslagsbreytingarnar og tilheyrandi neikvæð áhrif á náttúru og lífríki, hvort sem að það súrnun sjávar, hækkun sjávarborðs, breytingar á vistkerfum og svo framvegis og það eru þessar breytingar sem að hafa svo alvarleg áhrif á jörðinni. Ekki efni sjálft, heldur loftslagsbreytingarnar sem verða af völdum of mikillar losunar. Þannig að það mikilvægt að aðgreina á milli þessara tveggja þátta. Og akkur erum við að þessu, akkur Carbfix til? Það að því að við erum nú þegar í dag að takast á við alvarlegar afleiðingar af of mikilli losun á gróðurhúsalofttegundum og þar koldíoxíð algengasta gróðurhúsalofttegundin í andrúmsloftið. Hitastigi jarðar að hækka, það bara staðreynd og með hækkandi hitastigi þá sjáum við að líkurnar á veðuratburðum, öfgafullum veðuratburðum hafa aukist margfalt og atburðir sem gerðast kannski áður einu sinni á öld. Við sjáum svoleiðis fyrirsagnir í fjölmiðlum eiginlega núorðið upp á hverja einustu viku. Og ef við grípum ekki inn í og grípum ekki til aðgerða, þá munu þessar afleiðingar bara halda áfram að aukast. Og hérna sjáum við til dæmis á glærunni mynd frá Íslandi af veðurofsaatburði sem að áður fyrr gerðist mjög sjaldan, en við sjáum núna að farin að gerast örar. Og okkar lausnir í Carbfix, þær eru svo sannarlega ekki eina lausnin og við ein og sér munum aldrei leysa allan vandann, alls ekki og við höfum aldrei haldið því fram og munum aldrei halda því fram. Það þarf aragrúa lausna og það þarf að vinna að framgangi þessara lausna samtímis. En okkar lausn svo sannarlega órjúfanlegur hluti af lausnamenginu. Án þess að fanga og varanlega binda, geyma koldíoxíð frá ákveðinni starfsemi, þá munum við ekki ná okkar markmiðum sem að kveðið á í Parísarsamningnum. Og það alveg ljóst að samfélög eru farin að gera ráð fyrir þessum breytingum sem að eru þegar hafnar. Ef við horfum til Bandaríkjanna til dæmis, þá gríðarlega stórt aðlögunarverkefni að loftslagsbreytingum þegar farið í gang og það að verja New York borg fyrir flóðum og hækkandi sjávarmáli. Og þetta auðvitað ótrúlega miklar fjárfestingar sem að landsvæði þurfa að fara í, en það margbúið að sýna það og sanna að það að bregðast við, sporna við vanni, versta vandanum langt hagkvæmara heldur en að ætla endalaust að vera að bregðast við auknum öfgum í veðri. Og ný skýrsla til dæmis sem var gefin út fyrir nokkrum vikum sýnir að hagkerfi heimsins gæti dregist saman 50% á árinu 2070 til 2090 ef við grípum ekki til aðgerða. Þannig að það svo sannarlega til mikils að vinna. Og ef við horfum hingað til Íslands, hérna á Íslandi erum við ekki bara að bregðast við, heldur eru aðgerðir sem við þurfum að fara til, komnar inn í aðgerðaráætlun. Við erum búin að byggja inn í landsskipulagsstefnu sem dæmi að gera ráð fyrir því að við þurfum að binda kolefni. Ásamt öðru auðvitað líka. Þannig að hér erum við að bregðast við breyttum heimi, breyttum aðstæðum með því að markmiði að vernda umhverfi og náttúru, að huga að velsæld samfélaga og að huga að samkeppnishæfu atvinnulífi. Og auðvitað þarf allt þetta að koma saman þegar við grípum til aðgerða og veljum í hvaða lausnir og verkefni við erum að fara. Og þetta tekið úr landsskipulagsstefnunni að sveitarfélög eigi að huga að tækifærum til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og tækifærum til þess að binda kolefni og hvert mögulegt umfang bindingar gæti verið í einstaka sveitarfélögum. Og
þá komum við meira að hvað Carbfix og hvað fyrir hvað stöndum við. Markmið Carbfix að hafa raunverulega áhrif í loftslagsmálum með því að þróa áfram og skala upp okkar öruggu og sönnuðu aðferðir sem að binda koldíoxíð í stein. Ég nota gjarnan mynd af Gullfossi þegar ég að tala hvert okkar markmið hvaða hlutverk við getum spilað í aðgerðum heimsins í heild sinni þegar kemur að loftslagsmálum og kolefnishlutleysi, út af því að það oft erfitt að setja stærðir, það oft talað gigatonn hitt og þetta þegar við erum að tala aðgerðir í loftslagsmálum og maður kannski sér ekkert alveg fyrir sér í hausnum hvað þýðir það, en rannsóknir hafa sýnt og alþjóðlegar skýrslur sýna að þegar kemur að því að fanga og dæla niður og geyma og binda koldíoxíð, þá þarf heimurinn að komast á Gullfoss-skala. Við þurfum eins fljótt að við mögulega getum að komast á þann stað að vera að fanga og dæla niður sambærilegu magni af koldíoxíði og streymir Gullfoss. Og þá ég að tala heiminn í heild sinni. Og Carbfix mun aldrei gera það eitt og sér, en það hluti af lausninni sem við þurfum að taka þátt í að byggja upp. Okkar tækni, hún í rauninni mjög einföld. Við flýtum náttúrulegu ferli sem á sér stað í náttúrunni, hefur átt sér stað í náttúrunni í milljónir ára. Kolefni ferðast í náttúrunni í ákveðinni hringrás. Það hluti af kolefninu í andrúmslofti, hluti af því uppleyst í heimshöfunum, hluti af því að sjálfsögðu í öllu lífríki, þar á meðal okkur og líka plöntum og gróðri og jarðvegi. En yfir 99,9% af öllu kolefni á jörðinni bundið í bergi í formi steinda. Og ef við horfum á bara dæmigert íslenskt grjót, þá það yfirleitt basalt og við sjáum gjarnan díla í basaltinu, holufyllingar og ákveðin hluti af þessum holufyllingum steindir sem að innihalda kolefni. Og þetta aðferð náttúrunnar til þess að varanlega geyma kolefni á jörðinni. Og þetta hefur náttúran gert alltaf. Þetta aðferð náttúrunnar til þess að regla hringrás kolefnis á jörðinni, en svo kom maðurinn og iðnbyltingin og þá höfum við raskað þessu jafnvægi. Og það sem okkar tækni gerir að hún flýtir þessu náttúrulega ferli. Það rauninni ekkert annað sem á sér stað. Við föngum koldíoxíð úr útblæstri eða tökum á móti koldíoxíði sem hefur verið fangað úr útblæstri eða beint úr andrúmslofti. Við leysum það upp í vatni. Það að segja við búum til sódavatn og það í alvörunni ekkert annað sem við gerum. Það sem við dælum á hann í jörðina sódavatn. Aðeins meiri styrkur á kolsýru heldur en þegar við búum það til heima, en alveg sambærilegt magn af kolsýru og til dæmis í kampavíni. Þannig að þetta bara það sem tæknin gengur út á. Taka á móti koldíoxíði eða fanga það sjálf, leysa upp í vatni, úrverður sódavatni fer á hann í basalt, niður á svona 300 til 1000 metra dýpi og svo sér náttúran restina. Þessi hvörf sem að binda koldíoxíð í bergi, þannig að úrverða steindir, eiga sér bara svo stað að sjálfu sér, en með okkar inngripi að því að búa til þetta sódavatn, koma því niður á þetta ákveðna dýpi, þá gerast þessi náttúrulegu hvörf miklu hraðar heldur en annars. Þannig á 2 árum, þá það sem við dælum niður orðið að steini, varanlega orðið að steini, og hluti af berginu aldur og ævi, en ef þetta hefði gerst að sjálfu sér í náttúrunni, til dæmis þannig að koldíoxíð í andrúmsloftinu leysist upp í regndrópa sem svo dettur til jarðar, seytlar ofan í berglögin og smám saman á hvarfið sér stað, að þá hefði þetta tekið 100 til árþúsundir. Þannig að út af þetta gengur tæknin. Sævar myndist á það að við erum búin að verða komin 20 ár frá því að Carbfix vegferðin hófst. Þetta fór af stað sem bara pjúra rannsóknarverkefni, samstarf á milli, alþjóðlegt samstarf á milli Orkuveitunar, Háskóla Íslands, Columbia Háskóla í New York og CNRS í Frakklandi, og við fórum af stað í vegferð með þá spurningu, getum við búið til tækni sem að flýtir þessum náttúrulegu ferlum. Þannig að þar vorum við árið 2007 þegar við lögðum af stað.
auðvitað alls konar sem þurfti að gera á upphásári, ég ætla ekkert að fara yfir það. 2011 fórum við í fyrsta sinn í tilraunaniðurdælingu á Hellisheiði og á árunum 2012 og 2013 þá vorum við í samfelldum tilraunafasa þar og sáum mjög fljótt að jú, það var hægt að búa til tækni sem að flýtti þessum ferlum. Þannig að frá árunum 2014 þá höfum við á iðnaðarskala verið að fanga og dæla niður saman koldíoxíði og brennisteinsvetni úr Hellisheiðarvirkjun og frá 2016-17 þá höfum við smá saman verið að auka við, bæði í aukinni föngun og niðurdælingu frá Hellisheiðarvirkjun en líka í öðrum verkefnum, meðal annars með fyrirtækjum eins og Climeworks sem að fanga koldíoxíð beint úr andrúmslofti. Árið 2022 þá tókum við í fyrsta sinn á móti koldíoxíði sem hafði verið fangað í öðru landi. Í Sviss var koldíoxíð fangað, það var vökvagert, sett á svona tanka, svona eiginlega tankur sem gámur, eins og þið sjáu þarna á myndinni. Það var siglt með að hingað, við tökum á móti því og dælum niður hér. Þannig við höfum líka verið að prófa þá virðiskeðju á smáum skala frá 2022 og árið 2023 þá fengum við svo stærsta styrk sem að hefur nokkuð tíman komið til Íslands frá Nýsköpunarsjóði Evrópusambandsins sem fjármagnaður af viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir. Þetta 17 milljarða styrkur til þess að þróa og byggja verkefni sem að við höfum kallað kvótaterminal, svona kvótastöð sem ég ætla að segja ykkur betur frá á eftir. Og í fyrra fengum við svo nýsköpunarverðlaun Íslands. Þannig að þetta svona aðeins stikla á stóru hvað við höfum verið að brasa frá því að hugmyndin á bakvið Carbfix kviknaði. Og við erum á þeim stað núna að vera með örugga sannreynda tækni. Hún hefur verið í stanslausum rekstri í meira en 10 ár á Hellisheiði. Það búið að sýna fram á að þetta varanleg lausn eftir að koldíoxíð steinrennur. Það hluti af berginu, steinn fer ekki neitt, hann bara áfram steinn. Algjörlega örugg lausn, það engin hætta á því að koldíoxíðinu sem uppleyst í búið til sódavatn og dælt niður að það sleppi nokkuð tíman aftur til yfirborðs. Þetta hagkvæmari leið heldur en önnur fyrirtæki hafa þróað og hún líka skalanleg á heimsvísu, þar sem að heppilegt berg að finna. En það ekki allstaðar, en það engu síður í öllum heimsálfum einhvers staðar að finna heppilegt berg til þess að binda koldíoxíð í. Og svo höfum við líka sett mjög mikla vinnu í samstarfi við vísindasamfélagið í að þróa aðferðafræði sem sýnir fram á mælanleika aðferðarinnar, hversu mikið við dælum niður, hversu mikið að því steinrennur, hvenar og þetta hefur verið vottað af óháðum aðilum sem auðvitað gríðarlega mikilvægt líka. Það ekki nóg bara að dæla niður og segja, jú, þetta steini. Við þurfum auðvitað gögn sem að sýna fram á það og við höfum lagt mikla vinnu í að þróa aðferðafræði hvað það varðar líka. Og hérna á myndinni þá ætla ég að útskýra fyrir ykkur hvaða virðiskeðjur það eða hvers slags verkefni það sem að við erum fyrst og fremst að einblína á að þróa áfram að byggja upp. Við getum fangað koldíoxíð staðbundið, annarkvort úr iðnaði eins og til dæmis hér, PCC. Við getum tekið á móti koldíoxíði sem fangað beint úr andrúmslofti og þá í báðum tilvikum staðbundið dælt koldíoxíðinu niður, auðvitað að því gefnu að það sé heppilegar bergtegundir á staðnum. En það hins vegar ekki alltaf svoleiðis, þannig að þá þarf að fanga koldíoxíð á einum stað, flytja annarkvort í lögnum eða skipum og taka á móti á öðrum stað þar sem að jarðlög eru heppilegri. En óháð því hvernig við fáum koldíoxíð til okkar, hvort sem að það staðbundin föngun eða flutningur lengri veg, þá á afgangurinn af ferlinu sér alltaf stað með sama hætti. Við leysum koldíoxíðið alltaf upp í vatni, dælum alltaf niður sódavatni, niður á lágmarki 300 metra dýpi, yfirleitt ekki mikið neðar en 1000 metra, það svona dæmi að við förum neðar. Og þá það á þessu dýpi þar sem að sódavatni streymir út í jarðlögin og steindirnar myndast. Við getum notað ólíkar gerðir af vatni til þess að búa til sódavatnið.
Í tilviki jarðvarmavirkjana þá tökum við bara vatn úr ferlinu sjálfu, orkuferlinu sjálfu, þannig að það ekkert auka vatn sem þarf, það bara þétt gufa sem við notum til þess að búa til sódavatn úr. En svo þegar því ekki fyrir að stilla, þá tökum við gjarnan upp grunnvatn úr basalti. Basalti allstaðar fullt af vatni, þannig að við tökum upp vatn úr kerfinu, bætum koldíoxíðinu í og dælum aftur niður sódavatninu. Þannig að það ekkert vatn sem að fer varanlega úr kerfinu, fáum það láni í smástund, bætum gasinu í og dælum aftur niður og svo erum við líka að prófa okkur áfram með að nota sjó. Og við höfum verið að gera það í Helguvík frá árinu 2022, ef maður rétt. 23, takk Óli. Og það eru svo sannarlega tækifæri og mikil tækifæri að okkar mati allavega ef við horfum á jarðlög hér í Norðurþingi á að horfa til þess að byggja upp verkefni tengd okkar starfsemi hér og þá ekki síst móttöku og bindingarstöð fyrir koldíoxíð. Hérna á glærunni þá erum við búin að klippa út hluta af umhverfis- og loftslagsstefnu Norðurþings sem að Katrín minntist á áðan. Og þar svo sannarlega horft til þess að það á að horfa hérna á bindingu koldíoxíðs. Þannig að það var mjög gaman að sjá ykkar umhverfis- og loftslagsstefnu horfa til aðgerða sem þessa. Og mér langar að fara aðeins núna betur yfir hvað það sem að gerist í þessum kvótastöðvum. Aðeins að útskýra ferlið betur. Þetta verkefni þar sem við erum þá að taka á móti koldíoxíði sem hefur verið fangað annars staðar. Við gerum ráð fyrir að við séum að taka á móti hreinsuðu koldíoxíði á fljótandi formi sem að kemur hingað með skipum. Skipin koma að landi, við tökum fljótandi vökvann úr skipinu yfir í geymslutanka, ennþá það vökvi, en svo hítum við koldíoxíðið þannig að það breytist í gas. Og þetta á sér stað í námunda við hafnarsvæði. Síðan erum við með lagnir sem að fara og flytja þá koldíoxíðgasið sem við erum þá búin að hita upp, þannig að það ekki lengur fljótandi, heldur orðið gas, og flytur það út að niðurdælingarsvæðum þar sem eru borteigar og niðurdælingarholur og þá sjáum við fyrir okkur að á hverjum borteig fyrir sig værum að taka vatn staðbundið upp úr kerfinu, bæta koldíoxíðinu í og dæla niður sódavatni. Þannig að þetta í rauninni það sem að á sér stað í svona stöð. Við erum mjög oft spurð út í yfir höfuð einhver ávinningur fyrir loftslagið af því að vera að flytja koldíoxíð með skipum og það mjög eðlileg spurning að spyrja sig, en já, það svo sannarlega ávinningur, annars værum við ekki komin þetta langt með hugsanir og þróun og verkefni sem þessum. Við höfum látið reikna mjög ítarlega vistferilsgreiningu, heitir það, á hver nettó ávinningurinn, jafnvel þó að skipin gangi fyrir gráu eldsneyti, bara jarðefna eldsneyti. Við viljum að sjálfsögðu að skipin gangi fyrir grænu eldsneyti, en það mun líklega taka einhver tíma til þess að það geti orðið að veruleika. En ávinningurinn fyrir loftslagið 95%. Þegar það búið að taka tillit til skipaflutningsins. Að það þýðir að fyrir hver 1000 tonn af koldíoxíði sem að við dælum niður ávinningurinn fyrir loftslagið 950. Hérna ég búin að lista upp algengustu 5 spurningarnar sem við höfum fengið verkefni sem þetta. Og það í fyrsta lagi, af hverju að flytja koldíoxíð á milli landa? Af hverju sé ekki bara fangað á hverjum stað og dælt niður á hverjum stað? Hætta á jarðskjálftavirkni í tengslum við svona starfsemi? Eru einhver snefilefni, einhver óæskileg efni í þessum koldíoxíðstraum sem við tökum á móti?
hefur þetta einhver áhrif á grunnvatn og skilar niðurdæling ávinningi í okkar eigið loftslagsbókhald. Þannig mig langaði að stikla á stóru þessar spurningar og byrja á af hverju erum við að flytja inn koldíoxíð. Og ástæðan að það ekki allstaðar, eins og ég kom inn á áðan, heppilegar jarðfræðilegar aðstæður þar sem að iðnaðarframleiðsla á sér stað. Þannig að staðbundið eru engir möguleikar á að dæla niður og geyma eða binda örugglega þetta koldíoxíð. Þannig að við erum mjög rík af heppilegum jarðlögum hér á Íslandi. Ísland meira og minna gert úr basalti, þannig að það eru mjög miklir möguleikar af því að byggja upp þessa starfsemi hér á landi. Og ef við setjum basalt á Íslandi í samanburði við Gullfossinn sem ég sýndi ykkur áðan hvert heimurinn þarf að komast, bara Ísland getur í rauninni tekið á móti öllum Gullfossunum, en við erum ekki að fara að leggja það til, alls ekki. En við viljum gjarnan byggja upp nokkur verkefni hér, en við erum líka að horfa á þróun sambærilegra verkefna erlendis, þar sem að finna svipuð heppileg jarðlög og hér. Eins og ég kom inn á áðan, þá líka ótvíræður ávinningur af verkefnum þrátt fyrir þennan flutning, 95% ávinningur, eins og ég sagði, þó að þessi búið að taka tillit til skipaflutningsins. Svo líka í þessu samhengi vert að segja frá því hvaðan erum við, frá hvers konar starfsemi erum við að horfa til þess að taka á móti koldíoxíði, og þar erum við að horfa á þá geira sem að í rauninni geta ekki horft til orkuskipta til þess að draga úr sinni losun. Við höfum auðvitað dæmi hérna eins og PCC, algjörlega hrein orka sem fer inn í framleiðsluferlið, en engar síður losun úr starfseminni út af því að hún kemur úr framleiðsluferlinu sjálfu. Og þetta á við fleiri geira, ekki bara kísilframleiðslu, heldur líka sementsframleiðslu, stálframleiðslu og annars konar sértæka efnaframleiðslu og auðvitað líka álframleiðslu. Þannig að þetta eru þeir geirar sem við erum fyrst og fremst að horfa til þess að starfa með, af því það eru ekki aðrar lausnir í boði nema lausn eins og okkar. Við erum líka oft spurð út í örvaða skjálftavirkni, hvort það sé hætta á slíku. Og það ekki hætta á því, alls ekki. Við, eins og ég kom inn á áðan, höfum núna yfir 10 ára rekstrarsögu á Hellisheiði og við höfum aldrei valdið örvaðri skjálftavirkni á þeim tíma, og það heldur ekki hægt að örva skjálfta á því dýpi sem að við dælum niður á. Ég myndist á áðan að við dælum sódavatninu okkar niður á svona 300 til 1000 metra dýpi. Það bara eðlisfræðilega ekki hægt að búa til það mikla spennu á því dýpi að skjálftar geti örvast. Það eru samt auðvitað dæmi frá Íslandi úr jarðhita starfsemi að það hafi orðið örvuð skjálftavirkni, og við eigum meðal annars þannig dæmi af Hellisheiði. En það í allt annars konar kerfi, það niðurdæling í miklu meira dýpi, og það var niðurdæling á jarðhitavökva, kældum jarðhitavökva niður á mikið dýpi. Þannig að það alveg mjög eðlilegt að fólk spyrji sig þessa spurninga og aðgreini kannski ekki á milli hvers konar niðurdæling á sér stað á svæði eins og Hellisheiði, en það sem sé engin hætta á örvaðri skjálftavirkni, og það líka staðfest af óháðum sérfræðingum, meðal annars í umhverfismatsskýrslu sem niðurstöðu umhverfismats fyrir sambærilegt verkefni og þetta sem við vorum með í þróun í námunda við Hafnarfjörð. En alltaf þegar það verða að undirbúa einhvers konar niðurdælingu á Íslandi, hvort sem hún eins og svo sem við gerum eða í tengslum við jarðhita, þá þarf alltaf að fara í gegnum frummat og skjálftavirkni. Þannig við munum alltaf í öllum okkar verkefnum vakta skjálftavirkni og meta áhættuna, en á þessu dýpi sem við vinnum á þá ekki hægt að örva skjálfta. Varðandi hugsanleg áhrif á grunnvatn, þá fylgjum við að sjálfsögðu öllum reglum sem að varða áhrif á vatn.
Við keppum aldrei við neysluvatn og neysluvatn mun aldrei verða frá neinu álagi út af okkar starfsemi. Við erum hluti af Orkuveitunni, systurfélag okkar eru veitur sem að sjá stórum hluta landsins fyrir drykkjarvatni, þannig að við tökum þetta af mikilli ábyrgð og eins og ég segi, munum aldrei keppa við neysluvatn. Við finnum aðrar leiðir til þess að finna vatn í sódavatnsgerðina okkar. Við sjáum það líka úr umhverfismatinu sem að ég myndist á áðan að það líka staðfest þar að það eru ekki neikvæð áhrif á magnstöðu eða gæði grunnvatnsstrauma frá verkefni eins og kvótaverkefni út af því að allt sem við tökum upp það fer aftur niður og tapast ekkert vatn úr kerfinu. Vatnið flytur koldíoxíð niður á dýpi, koldíoxíð uppleyst í vatni, þangað til það verður á steini, svo vatnið bara áfram ofan í kerfinu og það í rauninni hægt að nota sama vatnið aftur og aftur og við eigum dæmi það, þannig að áhrif á grunnvatn eru ekki neikvæð. Síðan má þetta á hverjum staði fyrir sig skoða einhvern veginn hægt að hringrása vatni sem að við notum, sem einhver annar aðili á svæðinu notar og það bara alltaf skoðað í hverju dæmi fyrir sig. En það að sýna fram á hvernig grunnvatni notað, að það verði engin áhrif af því, það auðvitað líka eitt af aðalverkefnunum í umhverfismati fyrir hvert og eitt verkefni fyrir sig. Eru snefilefni í koldíoxíðstraumnum. Ég sagði ykkur áðan að efni sem við tökum á móti, það hreinsað. Það að lágmarki 99,8% hreint og til þess að setja þá tölu í samhengi þá efni sem við bara kaupum út í búð og setjum í SodaStream heima hjá okkur, það er 99,9% hreint. Þannig að þetta sama efnið. Og þarna fylgjum við að sjálfsögðu líka ströngum reglum. Það gildir alþjóðlegt samevrópskt strangt regluverk alla þessa starfsemi og það munu alltaf liggja fyrir sértæk leyfi efnisstrauminn. Og eðlilega spyr fólk sig, ok, þetta 99,8% hreint, hvað 0,2% þetta? Er það eitthvað ógeð? Og það bara mjög eðlileg spurning. Nei, þetta ekki eitthvað ógeð. Þetta eru að stærstum hluta efni sem eru bara allstaðar í kringum okkur. Það fer aðeins eftir því, erum við að taka á móti koldíoxíði úr sementsframleiðslu eða stálframleiðslu, nákvæmlega hvaða efnið eru, en það má gera ráð fyrir því að megnið af þessum 0,2% sem eru ekki koldíoxíð séu bara efni sem eru allstaðar í kringum okkur, hvort sem að það nitur eða súrefni eða vetni eða vatn og allt þetta bara efni sem eru í andrúmsloftinu, geta verið einhvers konar brennisteinssambönd, en eins og við minntust á áðan þá erum við nú þegar að dæla brennisteini niður með koldíoxíð og helliseiði og hann steinrennur líka og verður bara hluti af berginu, þannig að það ekkert til þess að hafa áhyggjur af. Og svo getur þetta alltaf verið einhver snefilefni, eins og í öllu sem að við, hvort sem að neytum eða erum í snertingu við, en það gilda mjög strangar reglur. Við munum vera með mjög ítarlega vöktun á farminum sem að kemur hingað til lands, bæði í höfn erlendis, mæld efnasamsetning, líka áður en við tökum á móti hér á landi og ef að farmurinn stelst ekki kröfur þá hann einfaldlega sendur tilbaka. Og við höfum líka fengið það staðfest úr umhverfismatinu sem að núna liggur fyrir verkefni sem var í þróun í Hafnarfirði að það að heilbrigðiseftirlitið metur ekki áhættu af efnisstraumnum. Og svo það síðasta algengar spurningin sem að ég var allan að fyrirfram með á blaði skilar niðurdæling á koldíoxíði sem flutt hingað sér í okkar eigið loftslagsbókhald. Stuttasvarið já og ýmist beint eða óbeint, en því miður eru reglur með bókhald í loftslagsmálum svolítið óþarflega flókin finnst mér. Við erum með sérkerfi, eins og ég gerir ráð fyrir að þið þekki mörg vel, fyrir ákveðin iðnað, ETS-kerfið.
Þannig að það bara með sérstökum hætti haldið utan bókhald fyrir þann iðnað sem utan landsbókhalds. Þannig að ef að losun á uppruna sinn í því kerfi, þá hefur það ekki áhrif á landsbókhald en skila sér samt í okkar evrópsku markmið, af því Ísland hluti að sameiginlegum markmiðum Evrópu samdrátt í losun. Og það liggur alveg ljóst fyrir að þessi markmið munu ekki nást nema án þess að fanga, flytja og dæla niður koldíoxíði og það mun þurfa að byggja upp verkefni sem að vinna þvert á landamæri. Annars eigum við bara ekki möguleika á að ná markmiðanum. Og þá fer ég svona bráðum að vera búin með kynninguna. Við bara hér á upphafsreit, algjörlega á upphafsreit, algjörlega með autt blað hvernig gæti svona verkefni litið út hér á þessu svæði. Við erum ekki með neina ákveðna staðsetningu í huga, eðlilega kannski horft til iðnaðarsvæðisins á Bakka, en nákvæm staðsetning mun bara ráðast af samráði og ábendingum og samtölum sem við vonumst til að eiga við sveitarstjórn og auðvitað íbúa, en alltaf verðum við utan vatnsverndarsvæða. Þannig að það kemur hvað sem af okkar hálfu á þessu korti til greina nema vatnsverndarsvæði. Og síðan bara svona aðeins til að gefa ykkur einhvers konar hugmynd hvernig lítur þetta eiginlega út. Þetta ekki mikil mannvirki á yfirborði, starfsemin á sér fyrst og fremst stað neðanjarðar á 300 til 1000 metra dýpi og það í rauninni auðlindin sem við erum að nýta, basaltið á 300 til 1000 metra dýpi sem annars væri bara ekkert nýtt. En á yfirborði þá erum við með þessa tanka við Hafnarbakkann sem reyndar ekki með mynd af hér en eru bara hefðbundnir tankar og síðan erum við hérna með mynd af dæmigerðum borteig. Og fyrir verkefni eins og það sem við skrifuðum undir viljayfirlýsingu þá sjáum við fyrir okkur í fullum skala alltaf 10 borteiga, alltaf 8 borteiga, takk Óli. Og á hverjum borteig geta verið alltaf 8 niðurdælingarholur og vatnstaka á sér stað á hverjum teig fyrir sig. En nánari útfærsla allt þetta mun koma í framhaldinu. Hérna erum við með myndir úr umhverfismatsskýrslunni fyrir sambarlegt verkefni. Bara svona til þess að gefa ykkur einhvers konar mynd í huganum hvernig þetta geti litið út. Þannig að ekki mikil mannvirki á yfirborði og líka hægt í rauninni að hafa langflest mannvirki neðanjarðar. Hérna á myndunum gerum við ráð fyrir að lagnirnar séu neðanjarðar en holurnar séu á yfirborði og auðvitað einhvers konar hlífar til þess að verja holutoppa fyrir íslenskri veðráttu. En það má í rauninni líka hafa þessi mannvirki algjörlega niðurgrafin. Það bara eitthvað til þess að skoða í framhaldinu. Og svo má líka horfa til þess að hafa þau í öðrum lit, þannig að þau falli betur inn í landslag. Allt þetta bara eitthvað sem við kannski smám saman teiknum inn á auðablaðið sem við erum með núna. Og síðan aðeins bara tímalínuna á hvernig þróast svona verkefni. Svona verkefni taka nokkur ár í undirbúningi og þróun. Við getum gert ráð fyrir alltaf 2 ára undirbúningstíma, hönnunar og framkvæmdatími séu svona kannski á bilinu 2 til 4 ár. Við gerum alltaf ráð fyrir að byggja svona verkefni upp í áföngum, gleymd að minnast á það áðan, þannig að þó að við séum að tala einhvern stóran skala á endanum, þá gerist það í áföngum. Svona svipað og jarðvarmavirkjanir eru oft byggðar upp. Byrjað á ákveðinni stærð, fast ákveðin rekstrarreynsla, svo auki við. Og þannig hugsum við þessa uppbyggingu. En svo þegar rekstur fer af stað, þá má gera ráð fyrir sambærilegum rekstrartíma og í jarðvarmavirkjunum. Við horfum til 30 ára, sambærilegt og jarðvarmavirkjanir gera, en við eigum dæmi auðvitað að jarðvarmavirkjanir hafi verið reknar mun lengur. En þetta allavega svona tíminn sem gert ráð fyrir í Excel-skjölunum. Og þegar starfsemi lýkur, eftir 30 ára eða meira, að þá bara steypt upp í allar holur, nema það að nýta þær í eitthvað annað. Það öll mannvirki á yfirborði fjarlægð, borplön eru bara löguð að landslæginu í kring
og engin neikvæð áhrif í jarðvegi eða neitt slíkt. Landið algjörlega tilbúið undir næstu landnotkun. Af því að það er engin auka efni, þetta bara hreint koldíoxíð sem leyst upp í vatni, dælt niður á mikið dýpi og úrverða steindir sem myndast hvort eð í íslenska berggrunninum. Aðeins efnahagslegu hliðina, því að sjálfsögðu skiptir hún miklu máli. Fyrir hverja svona stöð, og þá erum við að horfa á stöð sem í fullum skala 3 milljónir tonna á ári af koldíoxíði. Þar fjárfesting alltaf 75 milljarðar, áætlaðar heildartekjur yfir líftíma 350 milljarðar og þetta að stærstum hluta erlend fjárfesting og gjaldeyristekjur. Þetta skapar störf, eins og hefur komið fram hér áður, auðvitað fleiri störf í uppbyggingafasa heldur en í rekstrarfasa. Á uppbyggingatíma þá má gera ráð fyrir 700 beinum og óbeinum störfum og í 600, á uppbyggingatíma það 600 bein og óbein störf, en á rekstrartíma það 100 bein og óbein. Og fjölbreytt störf, eins og hefur komið fram áður. Má alveg hugsa í rauninni hvurslags störf þetta eru, svipuðum hætti og jarðvarmageira. Tæknin var til í jarðvarmageiranum, þetta allt voða svipuð vinna og mannvirki og þar. Þannig að við getum hugsað það með sambærilegum hætti. Og sjálfsögðu skiptir máli að uppbygging á svona verkefni skili sér til nærsamfélagsins og það að sjálfsögðu tekjur fyrir sveitafélög í hefðbundnum gjaldaliðum eins og fasteigna- og gatnagerðargjöldum og lóðarleigu, hafnagjöldum, einhvers konar auðlindagjaldi fyrir afnot af auðlindinni í basaltinu, en svo líka mjög mikil tækifæri á samspili við tengda og afleidda starfsemi. Í tengslum við varmanotkun, í tengslum við einhvers konar eldsneytis, rafeldsneytisframleiðslu, það má horfa til þess að fanga koldíoxíð úr andrúmslofti, úr okkar starfsemi fellur til kuldi, þannig að ef það einhvers konar kulsækin starfsemi, frystihús eða eitthvað sem þarf að kæla, jafnvel gagnaver, þá má horfa til þess að nýta kuldan sem verður til í okkar ferli. Þannig að mikil samlegðaráhrif með annarri nálægri starfsemi sem eru bara mikil tækifæri í að teikna upp. Og ef við horfum á ég geti nefnt einhverjar tölur sem dæmi, auðvitað sjáum við fyrir okkar að kannski stærstu tekjurnar komi af hafntengdu starfseminni og fyrir verkefni eins og það sem ég lýsti áðan, þá gætu hafnagjöldin yfir líftíma numið einhvers staðar á bilinu 16 til 18 milljörðum. Og það eru fleiri svona óefnisleg verðmæti sem auðvitað fylgja uppbyggingu eins og þessari. Til dæmis áhugi erlendis frá rosalega mikill og við tökum ósjaldan á móti fjöldan öllum að heimsþekktu fólki ásamt stærstu fréttamiðlum heims og þetta hefur verið þannig í meira en áratug og við sjáum ekkert fyrir endan á, þannig við myndum gera ráð fyrir sambærilegu hér og líka mjög mikið það að bara ferðamenn, túristar, heimsæki starfsemina á Hellisheiði. Ég held að við fáum hátt í 100.000 gesti á ári til þess að koma og kynna sér grænu starfsemina sem á sér stað þar. Og hérna sjáum við bara nokkra myndir af svona merkifólki sem hefur komið í heimsókn og líka hérna nokkur dæmi þá fjölmiðla sem hafa heimsótt okkur og birt umfjöllun okkar starfsemi. Og bara birtingarnar sem við höfum fengið í erlendum miðlum, það hlaupa á tugum milljóna bandaríkjadala. Þannig að það eru annars konar verðmæti líka. Og við erum hér af því að við viljum hefja formlegt samstarf og ég myndist á að tímalínur það tekur tíma að þróa svona verkefni. Þannig að það ekki eins og við séum að hefja rekstur á morgun eða hinn, alls ekki, en við viljum fara í markvissa vinnu við að byrja að teikna inn á þetta auða blað sem við höfum núna, hvernig gæti svona verkefni litið út og ef að vel gengur, þá gætu við verið að horfa til þess að upphaf rekstrar væri kannski einhver tíman árið 2029.
sé að við þurfum að breyta þessari glæru. Við værum ekki að horfa á 2028, við værum að horfa á einhvern tímann árið 2029. Þannig að þetta var mín kynning og nú hlakka ég til að taka á móti spurningum frá ykkur. Já, við þökkum Eddu Sif kærlega fyrir og takk Edda fyrir að vera með þessa röngu og góðu og fróðlegu kynningu á mannamáli. Það skiptir líka máli að menn skilji hvað er að fara hér fram. Nú höfum við fengið góða kynningu á verkefninu og ég reikna samt með því að menn hafi spurningar sem menn vilja leggja fram hér við þá aðila sem eru hér til staðar hjá okkur í dag. Það er Katrín og það er Sævar og það er Edda Sif. En ég tók eftir því að hún var með þarna að því ég er búin að kynna mér þetta verkefni ágætlega og ég sá þetta að hún náttúrulega er búin að vera á þau að halda fleiri fundi þannig að hún kom hérna staðaðins senun á hann að vera með svör við spurningunum sem væntanlega hefðu komið fram hér. En þetta eru eins og hún kom inn á þær spurningar sem hafa kannski helst vaknað en þá er allavega bara búið að svara þeim. Og það er líka, ég tek undir orð Katrínar, okkar ágæta sveitarstjóra sem talaði að hún vildi, fundurinn væri náttúrulega haldinn til þess að kalla eftir sjónarmiðum heimamanna og að fundamenn færu ekki hérna út nema að vera að vita aðeins meira heldur en vissu þeir eru komu og það er alveg rétt til þess að nú leikurinn gerður. En ég er hér með góðan aðstofamann sem er Ólafur Elinarsson sem ætlar að vera með mér og hann er komið með míkrafón í hendur. Og við ætlum að kalla eftir því og bjóða upp á það að menn geti spurt úr sæti sínu og það er ágætt að menn eins og ég sagði upphafi verum stuttorð og kynnum okkur þannig að menn viti hvaðan menn koma. Já, það er bara ekki meira það að segja og vil ég þá bara vanda bara bjölluna eins og í Kauphöllinni að dingla og þannig að það er opnað sem sagt fyrir spurningar. Gjörið svo vel. Kristján Önundarson, starta upp Kristján. Gútist talaði með senunni með því að segja hvað ég heiti, en Kristján Önundarson heiti ég. Það sem ég fýsir að vita það er eiginlega til Eddu, 2 spurningar ef ég má. Hvað gerir það verkum að það er ekki hægt að nota sjó eða sem sagt hvað þarf að breyta vinnslunni til þess að hægt að nota sjó í staðinn fyrir ferskvatn og svo er það líka í samband við ég ger fastlega ráð fyrir að þetta verði sérhæfð skip sem flytja þetta til landsins og væntanlega tankskip þá þannig að dæling fer úr skipunum upp á vinnslusvæðið ef svo má kalla. Hvað eru það sverar lagnir sem þyrfti þannig að frá höfninni sem er hérna núna hvaða leiðir væri hægt að fara? Væri hægt að nota göngin sem eru eða þyrfti að fara einhverja hjáleið eða bora í gegnum höfðan sem er fyrir þarna á milli svæða? Takk fyrir. Takk fyrir þetta Kristján, það er spurning enda viltu svara þessu að ég er með eitt hérna við enda, ég held að sé ekki rétt. Benedikt, já, ef við ekki taka hann með. Hann aftast, veifaðu kallið minn hendin og startu upp og Ég heiti Benedikt eins og Árni sagði. Spurning til Eddu líka varðandi grunnvatnið. Ef þú dælir upp 10 tonnum af vatni og síðan bætir við 1 tonni af koltvísýringi, hvað nákvæmlega gerist? Dælir niður 9 tonnum af vatni þá í staðinn, lækkar þá grunnvatnsstaðan, hefur það áhrif á okkar vatnsupptöku svæði og þess háttar. Það er mín spurning. Takk félagi, gjörðu svo vel. Ég ætla að byrja á seinni spurningunni. Það er í rauninni ekkert vatn varanlega tekið úr kerfinu. Við munum alltaf hanna og staðsetja verkefni þannig að þau hafi ekki áhrif á vatnsverndarsvæði, ekki áhrif á neysluvatn á neinn hátt. Þannig að við munum setja mikla vinnu í það að hanna staðsetningu og staðsetja borteiga með þeim hætti að það séu engin neikvæð áhrif af því að nota vatnið. Eins og ég sagði áðan,
þá tökum við ákveðið vatnsmagn úr kerfinu til yfirborðs, bætum gasinu í, þannig að dælum aftur niður sódavatni, þannig að það fyrir nákvæmlega sama vatnsmagn niður og ekkert að vatninu tapast. Vatni tekur ekki þátt í hvörfunum sem að binda koldíoxíðið, þannig að það hverfur ekkert vatn úr kerfinu. Hækkar grunnvatnsstaðan? Fyrirgefðu, ég mista þeim hluta. Nei, það ekki gert ráð fyrir að grunnvatnsstaðan hækki eða lækki. Það má samt kannski gera ráð fyrir að akkurat inn á borðteignum, þar sem að vera að dæla upp aftur niður, að þá sveiflist hún eitthvað aðeins. Það auðvitað náttúrulega sveifla á grunnvatnsborði og það hluti af umhverfismati verkefnis að herma þetta mjög nákvæmlega, safna gögnum úr kerfinu, þannig að við höfum góð módel sem að herma þetta. En það ekki gert ráð fyrir því að þessar vatnsborðsveiflur hafi nein áhrif nema rétt utan við borðteginn sjálfan. Þannig að það ætti ekki vera neikvæð áhrif af þessu. En þetta samt að sjálfsögðu hluti af ítarlegri vinnu sem þarf að eiga sér stað í þróun og svona verkefni. En við sjáum það úr vinnunni sem við höfum unnið í Hafnarfirði að það ekki neikvæð áhrif á magn eða gæði grunnvatnsstrauma þar. Og við myndum gera ráð fyrir sambarlegu hér. Hin spurningin sneri að getum við notað sjó. Þetta eitthvað sem við erum að prófa okkur áfram með, höfum verið að nota rekairinu tilraun með þetta í Helguvík núna í dágóðan tíma og lítur mjög vel út. Það tekur samt tíma að safna gögnum og sýna fram á það með óyggjandi vísindalegum hætti að við séum tilbúin að fara á stærri skala með það. Við gætum alveg séð fyrir okkur að því ég myndist á að við séum að byggja svona verkefni upp í áföngum að í fyrstu áföngunum þá værum við að nota hefðbundið grunnvatn en á seinni stigum gætum við verið að nota jarðsjó en við myndum aldrei dæla jarðsjó ofan í grunnvatnskerfi þannig að þá þyrftum við að dæla ofan í kerfi sem í jarðsjór þannig að þetta líka bara hluti af hönnunarfasa en við myndum vilja gefa okkur nokkur ár í viðbót áður en við færum á stóran skala í að nota sjó en erum að fullu að vinna í því í vísindaransókninni og síðan var það ef ég man rétt hvernig við kæmum vökvanum frá Hafnarbakka og yfir að iðnaðarsvæði. Þetta bara líka eitt af því sem við viljum bara vinna náið í sameiningu. Það eru ólíka leiðir þarna. Í rauninni þurfa skipin ekki einu sinni að koma alla leið að landi. Það eru til lausnir sem í rauninni fara bara með slöngu út í skip. Þannig að þá gætu við staðsett tankana annar staðar. Þannig að það sé bara í rauninni landað nær svæðinu. En þarna höfum við bara ólíkar kosti í boði og við viljum bara eiga samtal hvað líst ykkur best á. Já, breiddin, já. Já, einmitt, ég glemdi því. Ef ég man rétt, þá eru þær 40 cm sverar frá höfn og að töngunum. Nei, frá, já, sem sagt út á niðurdælingarsvæði, já. Það eru 40 cm sverar koldíoxíðlagnir frá töngunum og út á niðurdælingarsvæði. Þannig bara alls ekki svo sverar. Ég gerir ráð fyrir að menn séu sáttir við þessi svör og það líka ágætt að meðan að hún Edda svarar að menn veifi mér. Mér leiðist það ekkert því að Sigmar Stefánsson á Reyn, hann veifaði mér og það gaf þá, hann var að gefa mig til kynna, hann vildi fá að segja einhver orð og gjörðu svo vel, hann hérna veifaðu, Sigmar. Fleiri? Já, komið sæl. Það verður svona enginn með að kynna sig hérna sjálfur, en það búið. Ég hef með frekar einfalda spurningu. Það hverjir borga fyrir þetta? Og væntanlega það einhver reglugerð sem segir að einhverjir þurfa að borga. Og hætta á því reglugerð verður bara fellt niður einn daginn og við sitjum uppi með framkvæmdirnar. Takk fyrir. Á endanum eru það auðvitað viðskiptavinirnir sem við tökum koldíoxíð frá sem borga. Við munum byggja verkefnið sjálft og svo munu langtíma samningar standa undir tekjustreymi
og greiða fjárfestinguna tilbaka. Og þetta má alveg hugsa sér í rauninni viðskiptamódelið hvað þetta varðar með svipuðum hætti og ég alltaf að vísa í virkjanir, jarðvarmavirkjanir. En þetta í rauninni svipaðir samningar og langtíma orkusölusamningar, þannig að það ekki farið af stað í fjárfestinguna og af stað í bara að byggja verkefnið fyrir að tekjuflæðið tryggt til langs tíma. Varðandi regluverki sjálft, þá þetta samevrópskt regluverk sem hefur verið í lýði í mjög langan tíma, í meira en 20 ár, og engin áform að því eigi að breyta, nema kannski slípa til leyfisferla sem svona, gætu unnið betur saman og stytt tíman sem það tekur að fara í gegnum umhverfismat, afla leyfa, þannig að það vinna í tengslum við það í gangi, skilst mér, en ekkert annað en það. Herra, ég fá það ekki að kynna mig, ég ekki búin að kynna mig, ég heiti Sigurður Páll og ég með fullt af spurningum, allt öðruvísi en Sigmar-frændi, það var einfalt í honum, en ég ætla að reyna að hafa þetta stutt, áfram aðeins varðandi flutningin, ef við hefum skiljað þetta rétt að það verið að flytja þetta í svona einhverju sótavarsformi, semst vökvaformi, ekki möguleiki að flytja þetta í svona minni einingum að sé búin að vinna þetta eitthvað áður en þetta fer á stað í flutningin. Skilur hvað að meina? Ekki alveg. Nei, þetta ekki flutt sem sótavatn, heldur sem koldíoxíð vökvi. Þannig að þetta sama efni og í kolsýru hylkjum. Já, og það ekki þetta því að það ekki þetta, því að í ferlinn þá heyrðist mér að þið vera að minnka þetta í kolsýrið, ekki þetta að gera það í ferlinu að þau ekki flytja allt þetta magn að ferlið sé gert ellendis áður en lagt af stað í flutningi, þannig að það minna fyrir því. Já, við flytjum bara koldíoxíðið hingað, vatninu svo bætt í hér, þannig að ég sé ekki leið, við flytjum eins lítið og við getum flutt, þess vegna efnið hreinsað eins mikið og hægt þannig að við séum ekki að flytja neitt óþarfa með, þannig erum við með mestu hagkvæmnina yfir flutningin. Ég sé ekki leiðir hvað það varðar, en það má vera með mismunandi þrýsting og þá eru skipin stærri eða minni eftir því, þannig að það sveigjanleiki hvað það varðar. Ég gerir ráð fyrir við munum sjá þróun í því þegar fram í sækir, en ég samt ekki mest í sérfræðingurinn hvað þetta varðar. Ég veit samt að það til að byrja með að verið að horfa á að flytja gasið eða vökvann á miðlungsþrýstingi með því að fara í lægri þrýsting sem mun kannski einhvern tímann gerast, þá geta skipin orðið ennþá stærri, en farmurinn samt ennþá sá sami. Ég veit ekki hvort þetta svarar spurningunni. Jú, þetta svarar ágætlega. Það bara því minna sem fer fyrir efnið sem að flytja, því betra hefur maður haldið. Þú ert alveg búin að svara þessu. Eldsnögt annað, erum við búin að rannsaka svæðið eitthvað og ég svona spá í basaltberg, basalt sem sagt bergi kringu sprunguna sem liggur nú þvert í gegnum landið, gæti þetta allir með gengið upp eins og kringu Raufarhöfn. Hafið þið eitthvað skoðað það? Við höfum ekki skoðað það, en það að fara að skoða basaltið hér á svæðinu og þá hugsanlega öðrum svæðum líka í framhaldinu bara það sem næst á dagskrá. En hins vegar þekkjum við orðið íslenskt basalt ansi vel, þannig að á meðan við erum kannski ekki í elsta berginu á landinu sem eru þá austustu og vestustu firðirnir, að þá basalt á Íslandi yfirleitt bara mjög gott. En þeim yngra sem það þeim enn hraðar binst koldíoxíð í steindir. Okay. Ég ætla bara að segja takk í bili, ég með fleiri en lifaður að koma stað. Takk. Já, Óskar heiti ég. Ég nú að spá í hvað þetta víðarhólur og hvort þetta verði ekki allt skáhólur. Svo lítur að vera lykilatriði að byrja á tilraunaborunum sem fyrst til að vita hvort þetta gangi upp eða ekki. Og líka hver á að borga á höfnina. Ekkert meira frá mér. Nú man ég ekki alveg sverleikan á hólum. Þetta eru samt sambarlegar hólur og í jarðhita.
ég er að horfa á kollega mína en þeir eru ekki með holuvíddina á hreinu heldur. Það er samt alveg rétt sem hún segir að það þarf að bora rannsóknarholur. Það verður þá eitthvað sem við myndum líklega að gera á næstunni. Hins vegar eru auðvitað einhverjar holur á svæðinu nú þegar, þannig að við viljum auðvitað líka nýta bara gögn úr fyrri borunum. Sverleikinn á holunum er aðeins víðari en hefðbundin jarðhitahola. Ef að það segir einhverjum hérna inni eitthvað. Við þurfum að fá að koma tilbaka með réttu tölurnar. Já, þú þekkir það örugglega, þá mátt þú kannski bara segja mér þær. Og býtur þú varst með, hver borgar höfnina? Þetta er eitt af því sem ég myndist á áðan. Það eru auðvitað ólíka leiðir, hvað varðar höfn eða hvernig við tökum farminn á land og hvernig. Og á endanum er það bara sama svar og ég myndist á áðan. Það eru auðvitað á endanum viðskiptavinirnir sem að borga höfnina, en þetta er samningsatriði. Við verkefni þarf að sjálfsögðu að taka þátt í uppbyggingu innviða ef að það þurfa að fara í einhverjar frekari fjárfestingar. Þannig að ég gerir bara ráð fyrir að þetta sé hluti af samtalinu framundan. Takk fyrir mjög greinagóða kynningu. Rebekka heiti ég er með 2 spurningar ef ég má og snúa báðar að öryggi. Annars vegar, hvað gerist ef það verður slys og það bara sleppur út hluta af gasinu eða vökvanum? Og svo hinn snýr að öryggi í kringum svæðið, borholu, húsin og þar. Þýðir þetta að við þurfum að gefa frá okkur stórt svæði vegna þess að það er ekki lengur hægt að ganga þar Takk. Svæðinu er alls ekki lokað, þetta er ekki hættuleg starfsemi, þetta er í rauninni bara verið að dæla vatni fyrst og fremst. Þannig að eins og ég hef svo oft líkt þessu við jarðhita, við þekkjum það að við getum labbað alls staðar í kringum jarðhita og þetta er ekkert öðruvísi. Ef að það yrði einhvers konar slys, tökum sem dæmi við að við erum að taka farminn á landi eða eitthvað svoleiðis, þá sleppur koldíoxíð út í andrúmsloftið og það er ekkert verra en það. Þannig að það er engin hætta á ferðum, alls ekki. Við getum samt kannski gert ráð fyrir að svæðið við Hafnarbakkann, þar sem að affermingin á sér stað, þar myndum við líklega loka. En það er bara pínulítill bútur. En þegar við erum komin inn á niðurdælingarsvæðið þá er bara allt opið og í rauninni tækifæri að bara búa til einhvers konar hjólastiga eða bara eitthvað af því að það er kannski í einhverjum tilvikum verið að opna aðgengi með öðrum hætti en hægt er í dag. En þetta er líka bara hluti af því að teiknin á þetta auðablað sem ég er búin að tala svo oft Komið sæl, ég heiti Guðmundur Vilhjálmsson, ég ætlaði nú að reynda að spyrja mér svipaðar spurningar og hún var að spyrja hérna áðan. Það er svona ef að hlutinni leika ekki í lindi við dælingar á þessu. Ég er vélfræðingur og löggiltur stálvirkjameistari. Ég er búin að dæla óheyrilegu magni af bæði vökvum og gasi í gegnum tíðina og ég get sagt hér margar hryllings- og skemmtisögur af því þegar hlutirnir ganga ekki eins og lagt var upp með í upphafi, hvort sem það er að fylla hafnavarðabílinn af svartolíu eða gasa rónana í 101. Við mistum út til dæmis fleiri tonna af ammoníaki í 101 Reykjavík. Við vissum ekki að veri til svona mikið af slökkubílum í höfuðborginni. En þegar maður horfir á tölurnar, þá sér maður 3 milljónir tonna á ársgrundvelli. Ef við segjum sér svo að dags tilfærsla á gasi sé 800 tonn, þá svona lítur spurning mín að því bara hvað gerist ef við missum út 800 tonna gasi og hverjar eru hætturnar. Og annað, hvernig enda stálrörin sem að menn dæla gasin eftir og annað. Nú er vel þekkt í stálrörum tæring, það getur verið suðugallar. Þetta meira sé að þó að sé verið að dæla gasi þá slitna þau. Þannig að það er svona ýmislegt að varast og ýmislegt sem að gott að velta upp. Ég vil ljúka máli mín á því að þakka fyrir góða kynningu og ég vil bara brýna ykkur með það að þegar þið komið hér inn á svæðið að þið komið með svona samfélagshugsun
og þið hlúið að samfélaginu og samfélagið mun þá örugglega launa ykkur tilbaka með því að hlúa að ykkur. Takk fyrir. Ég held að Óli ætli að byrja að svara ef ég skildi rétt. Já, varðandi sem sagt magnið af CO2 sem verður í lögnunum hverju sinni vegna þess að þetta fer fram hljóðlaust og neðanjarðar, sem sagt lagnina liggja neðanjarðar og flæða sem sagt allan sólarhringinn bara til blöndunar á svæðinu. Við erum búin að reikna út að þegar við erum með gas í lögnunum og þær eru sem sagt skipta niður í áfanga, þar sem eru lokar, þannig ef það er nemi á svæðinu og ef það er leki, þá lokast fyrir og þá er það gas sem að myndi sleppa út í þeim parti rörsins er svona svipað eins og losun bíla í þéttbýlissvæði í einu póstnúmeri í Hafnarfirði. Það var útreikningurinn hjá okkur. Þetta er það lítið sem er í pípunni en vegna þess að þetta eru nokkra pípur, allan sólarhringinn og þá með þessum varu og ráðstöfunum að ef það kemur leki þá tryggar það nemin og stoppar það af. Þannig að þetta ætti ekki að vera það mikið á leiðinni sem að myndi losna. En takk fyrir góða brýningu varðandi ferlið. Vilt þú taka stálið? Ég skal gera mitt besta að taka efnismálin. Það þarf auðvitað bara að velja rétt efni og rétt stál. Það að vera með koldíoxíð lagnir, gaslagnir eða lagnir fyrir koldíoxíð vökva er ekkert nýtt. Þetta er gert í iðnaði út allan heim og við auðvitað bara vöndum efnisval og vöndum að sjálfsögðu öll öryggismál og allar öryggisráðstafanir og allar viðbragðsáætlanir. Við tökum því að sjálfsögðu bara mjög alvarlega og tökum það bara með okkur úr jarðvarmageiranum og ég þakka bara líka fyrir brýninguna. En við að sjálfsögðu veljum tæringaþolið efni og svo framvegis og vöktum okkar búnað bara eins og þekkist í iðnaði. Já, komið sæl. Sigurborg Ósk heiti ég og þakka fyrir greinagóða kynningu. Mig langar að forvitnast eitt atriði sem hef ekki verið spurt Ef þetta mun draga að sér ferðamenn og fræðafólk bara frá öllum heiminum sem munu koma til Húsavíkur til að kynna sér Carbfix, sjáið þið fyrir ykkur að taka þátt í uppbyggingu fyrir þessa gesti, til dæmis eins og gestahús, fræðslusetur eða annað? Alveg algjörlega og allt sem þú nefndir og við höfum alveg frá upphafsstigum Carbfix lagt mikla vinnu í þetta að taka á móti gestum en líka að bjóða upp á nemendaverkefni, hvort sem það er í mastersnámi eða doktorsnámi innan ólíkra fræðasviða, þannig að við myndum mjög gjarnan vilja halda því áfram að það gefur okkur bara mjög mikið líka. Já, sæl, Halldór heiti ég. Mér langar að vita hvernig Carbfix hvernig Carbfix hyggst tryggja það að það koltvíoxíð sem við flytjum inn kom ekki frá stríðisiðnaði eða einhverju slíku, vopnaframleiðslu. Eru þið með einhverju slíka stefnu? Já, ég byrjum með það. Óli, ertu með aðra? Fyrirgefðu. Já, ég ætla að koma með aðra líka. Ég er að velta fyrir mér súrnun sjávar af því að þið eru að byggja upp verksmiðju sem er í miklu nálægði við Skjálfandaflóa. Er búið að rannsaka það hvaða áhrif það hefur fyrir lífríkið í kring? Óli, vilt þú byrja? Já, ég get byrjað á vali á viðskiptavinum fer eftir ESG matskerfi sem við styðjumst við, sem við fáum frá Sameinuðu þjóðunum hvernig við veljum inn fyrirtæki sem eru ekki í grænþvotti og eru raunverulega á leiðinni að kolefnishlutleysi. Og það er kríterían sem við störfum með. Í ofanalag þá vinnum við mikið með þeim aðilum sem að sækja hjá nýsköpunarsjóði Evrópusambandsins sem að þá einnig standast þær kröfur. Þannig að við förum með það gegnum þá leiðina að við séum búin að fara og meta hvern viðskiptavinn fyrir sig sem að kemur inn áður en við hefjum samtal. Já, og þú tekur seinni helming. Já, varðandi áhrif á lífríki sjávar, þá er í rauninni ekki áhrif á lífríki sjávar. Við dælum niður koldíoxíðinu á landi, langt niður fyrir sjávarmál, þannig að það er ekkert samspil þarna á milli og þar fyrir utan þá er koldíoxíð bara orðað steini í töluverðri nálægð við niðurdælingarsvæðið. Þannig að
við gerum ekki ráð fyrir neinum áhrifum hvað þetta varðar. Áki? Ég er með sko sódavatn, en takk samt. Já, Áki Jónsson ég, sitt í sveitarstjórn Norðþings. Ég er svona að velta fyrir mér aðeins svona hlutum sem snýr á höfninni. Þeir tala 3 milljónir tonna á ári sem ég ætla að flytja inn. Það eru 8.000 tonn á dag. Hvað eru þetta ég meina, hvað eru öðra skipakomur til Húsavíkur og hversu stór skip þetta og hvað þurfum við að vera með mikið á lager hérna við höfninu eða út á Bakka. Og annað svona sem ég langaði að spyrja þig að er hérna, ég hjó eftir í áðan í kynningunni að þú hérna, og ég þakka fyrir þess að frábæru kynningu, að þú talar hérna, það er strangt gæðakerfi með því sem að þið eru að fá, það verður tekið út í og svo aftur hérna og ef það er ekki gott þá sendið það út aftur. Hvað verður það efni ef hérna, það er ekki gott? Verður því bara siglt út á sama stað og leyst út í loftið þar eða? Takk fyrir. Ég held ég ætla að fá að gefa boltan fyrst á Kitta, kollega minn. Já, sæl. Kristinn Ingi heiti ég, Lárusson. Þú spurði varandi með skipin. Við gerum ráð fyrir því að skipin séu svona bilin 18 til 22.000 rúmmetra. Það er enn í vinnslu vegna þess að við gerum langtíma samninga við losara í Evrópu og þeir þurfa að koma með ákveðið magn og á fyrst, eins og þetta lýst áðan, þá eru 4 fasar eins og við horfum á þetta. Fyrsti fasi verður þá líklega 700.000, næsti fasi 1.400, 2.100 og lokum 3 milljónir. Þannig að við gerum ráð fyrir því að miða við vegalengd og þessa stærða skipum og þá er þetta cirka bát 26 ferðir á skip þegar í fyrsta áfanga. Þegar kemur að loka 4. áfanga þá er þetta bilinu 4-5 skip. Þannig að þetta gæti verið svona þegar komið upp í fulla þá erum við að tala cirka 4-5 skip með þessum millibili. Þannig að við erum að tala heildina í rauninni 5x26 sem að þá væri 4-5x26 fjöldi ferða á ári. Hver var eftir seinni spurningin? Á ári. Takk. Hvað var seinni spurningin fyrir ekki? Já, hvað verður ef við sendum farminn tilbaka, já. Hérna, það er í rauninni mótaðilans að leysa það, hvort að það er sendt aftur í gegnum hreinsiferli eða eitthvað, en samningar muni vera alveg skýrir á að þetta þarf að standast kröfur, þannig að það er svo sannarlega mikill hvati fyrir mótaðilan til þess að sjá til þess að þetta fari ekki borð nema vera í lagi. Þess vegna auðvitað mælt þeim megin líka. En varúðarráðstöfun enga síður að við sendum tilbaka, ef að það sýnir sig að eitthvað hafi klikkað. Það er mælt á bæði á höfn við móttöku og þegar að farmurinn kemur hingað. Þannig að það fer ekkert úr skipinu, það myndi ekkert fara nema að þú ert innan þess ramma sem við erum búin að semjum, annars þarf viðkomandi að taka þetta tilbaka. Það er mjög skýrt. Já, góðan dag, Kolbeinn heiti ég, gestur vestan frá Siglufirði, kom hingað til að kynna mér þessi áhugaverðu loftslagsmál og takk fyrir góða kynningu. Mér langar aðeins að spyrja varðandi líftímann. Eins og við skildið þá að miða 30 ár við jarðvarmavirkjanir og þess að þykjast neitt sérfræðingur í því, þó ég þykjast sérfræðingur í ýmsu. Þá hef ég einhvern veginn tengt það við aflgetu svæða. Hvað er það sem að þýðir hamlar því að þið getur verið lengur 30 ár eða akkur 30 ár í þessu? Það er í rauninni ekkert sem hamlar því að við getum verið lengur en í 30 ár. Viðskiptalíkönin eru teiknuð upp með þessum hætti, þannig að þetta er bara okkar útgangspunktur í dag.
Auðvitað hefur líftími holna einhver áhrif, við gerum ráð fyrir að hann verði mjög hár, en á einhverjum tímapunkti kemur kannski að einhverjum viðhaldsborunum á þess áttar, en þetta allavega bara uppleggið eins og við hugsum það í dag. En ég held að þessi ekki til fyrirstöðu að líftíminn verði lengri, en eitthvað þurfum við samt að miða við. Og þetta bara algengt úr geiranum. Herru, það ein af netunum sem ég ætlaði að fá að koma að og hún frá Aðalsteini Arnarsinni. Hversu þétt mega borholurnar vera og hver áætlaður líftími hverjar holu og hversu mikið landsvæði færi undir starfsemina? Ég orðin svolítið súr í hausnum. Getur þú byrjað á fyrstu spurningunni aftur? Ekki má. Hversu þétt mega borholurnar að vera? Það þarf auðvitað að skoða á hverjum stað fyrir sig. Við gerum ráð fyrir að á hverjum borteig þá séu alltaf 8 holur og þær séu svona skáboraðar í sitt hverjar 8. Við myndum ekki vilja hafa, við myndum líklega vilja hafa 500 metra á milli holna, en það þarf að skoða staðbundið, en það svona einhvers konar viðmið til að miða við. Hver borteigur ef ég man rétt, hálfur hektari, eitthvað svoleiðis, og við gerum það ráð fyrir alltaf 8 borteigum og svo þetta eitthvað pláss í námunda við Hafnarbakka líka, en umfangið og yfirborðið þar með ekki mjög mikið. Og þá var ein spurning í viðbót, það ekki hér? Já. Já, góða kvöldi, Guðmundur heiti ég. Þakka fyrir frábæra kynningu. Ég aðeins að velta fyrir mér þessa frábæra framkvæmd sem þið að kynna hér. Hvernig staðan á verkefni í Hafnarfirði? Þið hætt þar? Getið verið með svona verkefni á mörgum stöðum í einu eða hvernig sjáu þið það fyrir ykkur? Takk. Við höfum gefið það út að við sjáum fyrir okkur alltaf 4 svona verkefni á Íslandi og svo myndist ég áðan að við erum líka að skoða sambærileg verkefni erlendis en viljum byrja hér, þetta okkar heimahagar á Íslandi. Við höfum sett verkefnið í Hafnarfirði á ís og bara ólíkar ástæður fyrir því. Þetta snýst fyrst og fremst að ná ákveðnum árangri, það mjög mikil eftirspurn eftir samstarfi við okkur og við að svona verkefni byggist upp á Íslandi og til þess að geta mætt þeirri eftirspurn þá þurfum við að geta hreyft okkur eftir ákveðinni tímalínu eins og svo sem hérna á bakvið þó að hún sé vitlaus. Ég sagði að við myndum vilja byrja árið 2029 og við metum það bara þannig að við séum í bestri stöðu til að ná árangri með þannig tímalínu með því að setja aukna áherslu á önnur svæði að sinni af því að við getum líka bara sinnt svo og svo mörgum verkefnum í einu. Komið sæl, Daniel heiti ég, takk fyrir góða kynningu og eins og Kúti sagði á mannamáli líka sem mjög gott. Ég aðeins að velta fyrir mér bara þessu með jarðskjálftana, þetta auðvitað þekkt svona sprungusvæði og allt það, hvers vegna hérna. Og svo vil ég líka bara varandi störfin, þú nefndir hérna 100 störf þegar þú komið í rekstur, hvernig störf og líka eins með húsnæði hérna Húsavík og allt það, hvernig sjáu það fyrir ykkur? Takk. Það náttúrulega alveg rétt sem þú segir, Ísland auðvitað bara mjög virt jarðfræðilega, þannig að náttúrulega þá eiga sér stað skjálftar mjög víða og þannig það bara. Við þurfum auðvitað bara að vera meðvituð það að þó að við myndum hefði hér starfsemi, það verða áfram náttúrulega skjálftar, en það hefur ekkert með okkur að gera. Við setjum alltaf upp skjálftanet þar sem við erum með niðurdælingu, þannig að það mjög auðvelt að sýna fram á það að náttúrulega skjálftavirkni hefur ekkert með okkar starfsemi að gera, þannig að við myndum að sjálfsögðu gera það. Hvurslags störf þetta fjölbreytt störf, þetta hérna bæði verk og hugvit. Þannig að eins og ég sagði áðan, svipað og í jarðhitageiranum, alls konar iðnir og verkfræði og raunvísindi og hérna því fram eftir göttunum. Ég að gleyma einhverju, Óli? Það var húsnæði. Já, húsnæði, já.
Það auðvitað bara eitthvað af því sem við þurfum að vinna með samfélaginu þegar fram í sækir, en að sjálfsögðu þarf starfsfólk hér, en við erum ekki komin lengra með það og myndum bara vilja vinna það með samfélaginu. Já, komið í sæli, Jón Ásberg heiti ég. Ef að ég man rétt þá voru einhverjar svimandi upphæðir í þessu verkefni í Hafnarfirði sem voru ætlaðar til mannvirkjagerðar eða hafnarframkvæmda sem að samfélagið þurfti þá kannski að standa straum að. Og mig langar til að spyrja því hvaða kröfur gerir þig til samfélagsins hérna það að það standi straum að miklum framkvæmdum, þá sérstaklega í hafnargerð. Og þetta ekki stórt samfélag og hefur kannski ekki sama bolmagn og Hafnarfjörður sem að kannski treystir sér ekkert mjög vel í verkefnið. Takk fyrir. Takk fyrir þessa spurningu. Við gerum í rauninni engar kröfur að samfélagið fjárfesti í innviðum á höfn. Eins og ég myndist á áðan, þá eru bara mjög ólíkar leiðir sem við getum farið. Ein sviðsmyndin að nota höfnuna sem nú þegar til staðar. Líklega þyrfti eitthvað að dýpkana. Þá þarf að sjálfsögðu bara semja kostnað við það. En svo eru aðrar leiðir þar sem að skipin þurfi ekki einu svona að koma að landi. Heldur til búnaður til þess að bara afferma þau með öðrum hætti. Varðandi verkefnið í Hafnarfirði, þá lagði sveitarfélagið upp með þróun og hönnun á ákveðnu hafnarmannvirki þar, sem var í rauninni langt umfram það sem við nokkuð tíman þurfum á að halda. Það hafa verið áform þar í sveitarfélaginu í langan tíma að byggja aðra höfn og sjálfsögðu erum við tilbúin að nýta innviði sem að sveitarfélag vill byggja, en það þarf þá að vera einhvers konar eðlilegur hluti af slíkri fjárfestingu. En eins og ég sagði áðan, þegar kemur að innviðum við Hafnarbakka hér, þá þetta bara hluta samtalinu, en það eru engar fyrirfram kröfur af okkar hálfu, bara alls ekki. Heldur eru mjög ólíkar leiðir sem að fela í sér mjög breytilegan kostnað eftir því bara hvaða leið verður ofan á. Kannski svolítið óljóst svar, en mun bara skýrast með frekari þróun, af því að við getum farið ólíkar leiðir með þetta. Það rými fyrir 2 spurningar ef viðbót, það eina á netinu og svo klárum við hérna hjá Aldeyju, svo ég fari nú að kynna líka fólk eins og Kúti. En Aðalsteinn Arnarsson spyr, myndi þið dæla niður CO2 frá íslenskri stóriðju og þá í hvaða magni? Við viljum að sjálfsögðu dæla niður koldíoxíði frá íslenskri stóriðju og höfum frá árinu 2019 verið í samstarfi við íslenska stóriðju að ná akkurat því markmiði. Það þarf að leysa ákveðin mál sem að snúa tækni við að fanga koldíoxíð frá stóriðjunni hér á landi og það hefur tekið tíma, vonandi styttist í að við förum að sjá föngun hefjast og þá erum við búin að taka á móti því og eins og ég segi, erum í samstarfi nú þegar með félögunum hvað þetta varðar. Og við varum til að taka við öllu magninu ef það í boði, þannig að ég glemdi því. Hæ, eins og kom fram þá heiti ég Aldey og ég hérna í sveitarstjórn. Ég ætla að spyrja ykkur spurningu sem ég búin að spyrja ykkur áður en mér langar bara fólk fá að heyra svarið. Af því þá ég voru að tala hérna, Daniel var að spyrja störfin áðan. Nú erum við með stórt fyrirtæki í Húsavík sem mjög svona karllæga starfsemi innan gæsalappa, ef við getum kallað störf það. Svona samfélagslega þetta kallað karlastörf og af því það eru fleiri karlar sem vinna sér störf. Ég hef mjög mikinn áhuga að hafa fjölbreytt störf í boði í Norðurþingi og á Húsavík. Þannig að mín spurning til ykkar hvernig sjáuð þið kynjahlutföllin fyrir ykkur í þessari starfsemi? Takk. Og takk fyrir góða kynningu. Takk fyrir spurninguna. Carbfix kannski í
karllægri starfsemi eins og þú útskýrir hana, en okkur hefur samt tekist að vera með jöfn kynjahlutföll og það gildir félagið í heild sinni, það gildir líka hlutföll í stjórnenda hlutverkum og við munum bara vinna áfram eftir því, þannig að ég bara, það markmið hjá okkur að viðhalda því, þannig að við myndum að sjálfsögðu horfa til þess að það yrði með sama hætti í verkefni sem þessu, enda skiptir það máli og mín reynsla svo að verkefnin eru betri og starfsemin eru betri með ólíkar raddir við borðið. Er ég búinn? Takk. Það full ástæðst að klappa vel fyrir Eddu Sif. Takk fyrir bara hvað þetta var vel svarað og ég endurtek eins og aðrir að tekið undir með mér að kynningin var frábær. Hún var að mannamáli og allir skildu góða kynningu. Þá bara komið að leiðarlokum, en það þannig að hér hann Sævar Freyr sem Þráinsson sem formaður framkvæmdastjóri og forstjóri Orkuveitunnar. Hann baði mig sérstaklega að fá að slíta þessu fundi og ég að leyfa honum það. Gjörðu svo vel og takk fyrir mig og takk fyrir ykkur. Þið eru frábær. Hjartans þakkir til ykkar allra fyrir virkilega góðar spurningar og þetta samtal sem við vorum að byrja núna okkur afskaplega verðmætt og þið stóðu ykkur vel í að grilla hana Eddu mína og það bara mikilvægt að geta byrjað gott samtal og einn liður í því að við erum bara að sjá fyrir okkur að þessi fundur, hann upphafið af slíku samtali. Þannig að næstu skref hjá okkur í samstarfi við sveitarfélagið ef það áhuga að taka þetta áfram, að það að verði boðið upp á fleiri samtöl. Því að það hentar ekkit öllum að mæta á svona fund og standa upp og spyrja með 100 manns eða 150 manns í salnum. Þannig að við viljum geta boðið upp á það að þið geti mætt og rætt við okkur yfir kaffi, bolla og það eitthvað sem við munum auglýsa og skipuleggja á næstu vikum, þannig að það svona liður í næstu skrefum. Þannig að ég bara þakka hjartalega aftur fyrir okkar þennan frábæra fund og ef við ekki bara fara inn í fallegt kvöld í fallegu Húsavík sem við erum stödd í núna. Takk fyrir.